Já, komið sæl. Við hefum nú svo sem fundið fyrir því að loftið hefur verið kalt yfir landinu að undanförnu, sérstaklega þá að kvöld og næturlagi þar sem að hefur nú fryst víða land og síðastlega nótt þá var frostið mest 7 stig og það var í uppsveitum á Suðurlandi. Þar mældist einnig hæsti hiti dagsins, fór rétt yfir 10 stig á Kálfhólaskeiðum og dægursveiflan til að mynda á þeirri veðurstöðu var 15 stig. En við höfum haft hér veikan hæðarhrygg yfir landinu sem hefur kannski útskýrt svona þessi rólegheit sem hafa verið í veðrinu og jafnvel verið nokkuð bjart yfir á vesturhelmingi landsins og það sem er svona helst í fréttum hvað var næstu daga að það mun smá saman fara að hækka hjá okkur hitatöluna. Það gerist nú ekki mikið kannski á morgun og á miðvikudag en svona þegar fara að halla aftur að helgi að þá fara hitatölun nú svona nokkuð upp á við og verðum svona virðulega með við ástíma getum við sagt. Við sjáum svona aðeins vísirinn að þessu hér á hitasvæðinu, þetta kalda loft sem var hér yfir landinu, það leita nú til austurs og fjarlægist okkur og góðu fréttina kannski þær að það er nú ekki að sjá annað svona kuldakast í kortunum allan ekki næstu 10 daga eða svo enda þurfum við nú að fá vorið á fullt getum við sagt. En við sjáum hér annað kvöld og þeir eru komið fram í vikuna og hvernig þessi gula sleikja fyrir svona færast yfir landið. Allt mjög jákvætt. Hvað var það morgundaginn og þróunum svona á þessum megin þáttum veðurs, þá sjáum við að það var svona austan þáttur í vindinum. Það verður það einnig á morgun, getum fengið bjarta kafla í þetta bæði vestan og norðalands, sérstaklega svona þegar norðar dregur á Vesturlandi. En það er þó hætt við því að það myndist eitthvað úrkoma hér sunnan til á landinu, sérstaklega á Suðvesturlandi, en annað kvöld að þá geti ég dropað eitthvað hér á Suðvesturhorninu líka. Annars það ætti nú að verða að mestu liti þurrt og hvað varðar veðrið þá á morgun og þá er ég með eitt kort fyrir morgundaginn, því að staðan breytist í rauninni sáralítið. Hvað varðar svona frá morgni til kvölds. Það ætti að vera bjart yfir víða á norður hluta landsins og svona daghiti gæti verið þetta 2 til 6-7 stig en sennilega skýjað mestu leyti bæði sunnan til á landinu og úti á Austfjörðum og þar getur eins og áður sagði dropað eitthvað lítilega og öðru hvoru, ekki samfellt, helst þá á Suðausturlandi en getur svo sem komið inn hér bakkar sem að geta hrista eins úr sér nokkra dropa þá hér við Faxaflóann. Og það er svo sem ekki mikið sem breytist, við erum hér með næsta kort sem gildir þá fyrir miðvikudaginn, þetta er svo nokkuð veginn eins og við sjáum hér þó svona ákafur vindur af austri hér með suðurströndinni mun hægari vindur, annars það er áfram bjartast á norðalands en skýjað að mestu liti hér bæði sunnanlands og austur á fjörðum og við tökum kannski eftir því að hitatölunum svona fannar að nálgast 10 stigin og það gerir síðan svona þegar við erum koma nær helginni hér poppa inn 2 stafi hitatölur bæði norðan og vestan til á landinu en að öðru leyti svona svipað veðurmynstur og síðan fáum við svona öllu hlýraloft inn þegar við erum komið fram á föstudag. Eðlilega þá kemur náttúrulega hlýraloft líka með meiri raka og við sjáum þá að það er svona verið að hóta meiri úrkoma í þessu bæði sunnan og vestanlands þá á föstudaginn en jákvæða fréttina það er að hiti verður víða komin yfir 10 stig og gæti jafnvel farið í 15 stig í núka þegar þá norðan til á landinu þar sem að ætti nú að verða sæmilega bjart og síðan er að sjá að það verði áfram svona suðaustan vestan átt í þessu hjá okkur vel fram yfir helgi og loftmassin orðin mun hlýrri en svo sem við hefum verið að upplifa undanförnu. Förum aðeins út í heim og sjáum hvað er að gerast þar. Það er hæðarhryggurinn að teygja sig hér runni til Amsterdam og bjart veður allstað þar sem hann liggur. Óstöðugt veðurlag víða í austurhlutanum, Balkanskaganum og jafnvel á suðurhluta Ítalíu. Þar getur rignt nokkuð duglega á morgun en ekkert að veðri á Íberíuskaganum. Hitatölur þar vel yfir 20 stigum og sums þar vel yfir 30 stigum en sólríkt engu að síður og þið sama árin við
Kanaríeyjar eins og við sjáum hér. Það er bara sól og sumarílur þar á morgun. Við skulum segja það gott að vera í dag. Verið sæl.